Við ætlum að lofa hann með eftirvæntingum það að hann mætir. Má ég heyra með? Við ætlum að lofa hann með öllu sem í okkur og við ætlum að segja takk með lofgjörð okkar fyrir allt sem hann hefur leitt okkur í gegnum. Hann hefur leitt mig í gegnum endalausa baráttur og sigra til skiptis. Alltaf sigur. Má ég heyra með? Við ætlum að lofa hann fyrir það í kvöld. Við ætlum að segja takk með lofgjörð okkar hér í kvöld. Heilagur Drottinn Jesús, þakka þér fyrir fáum að koma hérna saman og lyfta þínu heilaga nafni, Drottinn. Við biðjum að þú mætir einum og sérfur hér í kvöld, Drottinn. Fylltu þennan stað að dýrðarnar verið þinni. Við viljum segja með öllu sem við eigum og öllu sem við getum, Drottinn, að við elskum þig, að við þráum þig, að við erum þakklátt fyrir þig, Drottinn, og fyrir allt sem þú leitt okkur í gegnum í Jesú heilaga nafni. Og allir líður sagði, Amen. Footsteps of my King. I can hear his heartbeat beckoning. In my darkness he has set me free. And now I hear the Spirit calling me. He's calling, wake up child. It's your turn to shine. 'Cause you were born for such a time as this. He's calling, wake up child. It's your time to shine. 'Cause you were born for such a time as this. For such a time as this. I can hear the holy rumbling. And I've begun to preach another King, losing chains and breaking down the walls. I want to hear the Father when he calls. He's calling, wake up child. It's your time to shine. 'Cause you were born for such a time as this. He's calling, wake up child. It's your time to shine. You were born for such a time as this. He's calling, wake up child. It's your time to shine. 'Cause you were born for such a time as this. He's calling, wake up child. It's your time to shine. 'Cause you were born for such a time as this. For such a time as this. Of a generation, here we are, God, shake our nation. All we need is your love. You captivate me. This is the anthem of a generation. Here we are, God, shake our nation. All we need is your love. You captivate me. You captivate me. Generation, here we are, God, shake our nation. All we need is your love. You captivate me. This is the anthem of a generation. Here we are, God, shake our nation. All we need is your love. You captivate me. Here we are, God, shake our nation. All we need is your love.
okkur því. En hérna við ekki að rísa á fætur, við ætlum að biðja fyrir bænarefnum, ung stúlka sem var að greinast eitthvað í maganum og við vitum að hérna Guð læknirinn, hann sér þetta. Við höfum trú fyrir því. Við ætlum að biðja líka fyrir fjölskyldu tveggja bræðra sem voru í aðrar á föstudaginn og mér langaði á sama tíma að þakka ykkur fyrir hjálpina hérna mánudaginn þar sem við tókum samskot fyrir erfidrykkinu sem við gátum séð fyrir þau algjörlega, þeim að kostnaðarlausu og það ykkur að þakka og Guð blessi ykkur fyrir það. Guð elskar glaðan gjafara og það gott að geta hjálpa fólki. En við ætlum að biðja fyrir þessari fjölskyldu, þetta erfitt, þetta sjokk og ég var í þessari jarðarför sjálfur og þetta bara eitthvað ólýðsælegt. Það ekki hægt að tala það, ekki hægt að, við getum ekkert gert. Þetta svo hrikalega sorglegt. 27 ára og 32 ára gamlir bræður, sama daginn. Svo við ætlum að biðja fyrir góða vinn okkar sem hefur verið með okkur í starfinu og var með okkur í starfinu og var að missa son sinn, sorglegt, fíkniefni enn á ný. Djöfullinn að fara sem öskrandi ljón, stela, slátra og eyða. Og við þurfum bara að sitja niður fótinn. Við vorum að bænastundin áðan og við verðum bara krakka. Við verðum að stíga niður fæti og vera heilshugar við Krist. Hættum að gefa einhvern afslátt á fagnaðarerindunni. Það bara Jesús og engin annar. Reynum ekki að búa til eitthvað annað. Eitthvað gerfi fagnaðarerindi, það ekki til. Jesús dó fyrir allar okkar syndir, allar okkar sjúkdóm, allt það sem við erum að berjast við, til þess að við getum eignast líf og lífi fulleignaði. Amen. Bara Drottinn, ég bara þakka fyrir einn og sérkvæmt sem ég í kvöld, Drottinn. Við erum sérstaklega að leggja svo yndislegu vinkonu okkar sem í þjónustu sem voru að greinast eitthvað í maganum, Drottinn. Við þökkum fyrir að þú ert læknirinn, Drottinn, þú snertir við þessu og það ekkert sem illt sem kemur til með að koma í hennar líkama, Drottinn, og við bara köllum fram fullkomna lækningu í Jesú nafni. Við viljum leggja fjölskyldu þessa yndislegu tveggja drengja, Drottinn minn, í þínar hendur, Drottinn. Við þakka fyrir að þú geta dvalið í skuggavængja þinna, Drottinn. Fengið þennan frið, fengið þetta frelsi, Drottinn, til þess að gráta, Drottinn, með þér. Og ég bið bara, Faðir minn, huggunin líður í Jesú nafni. Takk fyrir að drengirnir eru hjá þér í dag, Drottinn. Og þú, Drottinn, þar sem engin sorg og engin sjúkdómar, Drottinn. Og ég bið bara við blessum yfir þessa fjölskyldu. Og við þökkum við fyrir hann, Drottinn. Takk fyrir einstaklingana sem eru hér inni, Drottinn, sem tóku þátt í að undirlétta þessari fjölskyldu, Drottinn minn, og við þökkum fyrir það. Við þökkum fyrir, Drottinn, þú elskar glaðan gjafar og þú elskar fólk sem gefur ást og kærleika, vináttu, fjármuni, Drottinn, til þess að byggja þitt ríki í Jesú nafni. Amen, amen. Og fyrst við vorum að tala um peninga þá ætlum við líka að taka samskot og við ætlum að gera það núna. Það pósi hérna aftast fyrir þá sem vilja gefa í með pósa, annars ganga körfuna hérna og hann Baldur ætlar að tala þau okkur. Hann talaði hérna síðasta mánudag og það var magnað orð og hann ætlar að halda fram í kvöld. En við erum líka að gera annað, mörg ekki að þekkja bókina, hún hér og hún til sölu hérna á baki á 2000 krónur og ef þið kaupið hana þá leið eru keyptar 2 bækur á ensku sem eru verið að fara með í fangelsi í Belgíu og hérna það búið að skrifa hana á ensku og það líka búið að skrifa hana á spænsku eða ekki og hérna nú verður farið til Belgíu í næstu viku eða ekki eða þannig stu og þá hérna verður öllum föngum í þessu fangelsi gefin bókin á ensku. Þannig ég hvet ykkur til þess að vera duglegur að taka. Fyrir utan þessi lestur stórkostlegur. Umdeild bók, já, mjög. En sannleikurinn alltaf umdeildur, sko. Hjá fólki sem ekki þekkir Drottinn Jesú. Og þessi bók stórkostleg, þetta stórkostleg kraftaverk og upprisa og það höfum við öll fengið að njóta hér í þessu starfi til margra ára. Bara Guð blessi ykkur og varviti, það voru gaman að heyra hún eftir. Við höldum áfram með lóðgjöruna og eins og Rúnar sagði, tökum þátt. Mikið hlakkaði mig til að fá að syngja í kvöld. Mikið hlakkaði mig til að fá að lofa Guð í kvöld. Ég fór í hádeginu þegar ég fekk að vita að það voru náttúrulega allir tónlistarmennir að byrja að bögga mig á að fá lögin og ég vissi ekkert hvað ég átti að syngja. En ég tók mig smá frí í vinnuna og fór að borða mathöllina, satt þar og pantaði með fisk og fór að hlusta á lofgjörulög og hágrét. Vesalín stúlka sem var afgreidd með fiskinn, bara vissi ekkert hvernig hún átti að vera. Ég satt bara og sett átt að nýtt lag og það lágu bara tárin. Ég vissi að þetta bara eitthvað ofsalega gott í kvöld. Amen.
Það svo gott þegar við lofum Guð, þegar við bara sleppum takinu og bara segjum ég elska þig, elsku Faðir, ég elska þig fyrir allt sem þú gert. Þú ert svo æðislegur bara. Þvílík náð, þvílík miskunn sem þú sýndir að koma í líf okkar bara. Hallelujah. I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise, the treasures that fade, they're never enough. But then you came along, and you put me back together, and every desire's now satisfied here in your love. 'Cause there's nothing better than you, no, there's nothing better than you, no, there's nothing, nothing is better than you. 'Cause I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, but you still call me friend. 'Cause the God of the mountains, He's the God of the valleys, and there's not a place your mercy and grace won't find me again. 'Cause there's nothing better than you, no, there's nothing better than you, no, there's nothing, nothing is better than you. Oh no, 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 there's nothing better than you, no, there's nothing better than you. 'Cause nothing is better than you. Elska þennan texta hér. 'Cause I'm not afraid to show you my weakness, 'cause my failures and flaws, Lord, you've seen them all, but you still, you call me friend. Come on. 'Cause the God of the mountains, He's the God of the valleys, and this is no place your mercy and grace won't find me again. 'Cause there's nothing better than you, no, there's nothing better than you, no, there's nothing, nothing is better than you. Oh, there is nothing better than you, no, there's nothing better than you, no, there's nothing, nothing is. You turn mourning to dancing, you give beauty for ashes, you turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens, you turn bones into armies, you turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can.
is better than you. Það er svo mikið sannleikur í því þegar við tölum út. Þegar við tökum okkur orðið í munn og við tölum út og við tölum út í samfélagi. Það er ekkert betra heldur en hann. Má ég heyra með? Ef við að syngja það saman. Það er ekkert betra heldur en hann. 'Cause there's nothing better than you. Má ég heyra ykkur? Come on, y'all. 'Cause there's nothing. Nothing is better than you. And it's not. There is nothing better than you. No, there's nothing better than you. No, there's nothing. Nothing is better than you. Það ekkert betra en þú, það ekkert betra en þú, það ekkert betra en þú. Þið eru fljótt að læra maður, má ég heyra þetta? Það ekkert rosalega eru þið skemmtileg maður. Þetta er alvöru salur hérna í kvöld. Og þið eru með. Þið eru skemmtileg og það er gaman að vera með ykkur. Það er svo gaman þegar salurinn tekur þátt. Og upplifir bara allir að lofa Guð saman. Ég sé ykkur ekkert rosalega mikið en ég heyri bara kraftin frá salnum. Það er svo geðveikt. Það er svo geðveikt. A hallelujah in the presence of my enemies. Come on. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. Woo! My weapon is
Come on and sing a little louder. Sing a little louder. Texten í hérna. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than a melody. Sing a little louder. My weapon is a melody. Come on. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. Here's the tell of my enemies. Sing a little louder. Louder than a breeze. Sing a little louder. My weapon is a melody. Come on, sing a little louder. Heaven comes to fight for me. 'Cause I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises run up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. King is alive. Come on and sing a little louder. Come on and sing a little louder. My heady girl, sing a little louder. Come on and sing a little louder. Oh, come and sing a little louder. Come on and sing a little louder. Come on and sing a little louder. Come on and sing a little louder. Rosalega, ríkilega gaman að vera með ykkur. Ég vil að segja ykkur að þetta í fyrsta skipti sem að Baldur yfirgnæfir ekki allan salinn þegar maður upp á palli. Þið náið actually að vera með meiri háa heldur en Baldur og það ógeðslega vel gert. Þetta alltaf maður sem á alls ekki hafa mikrofón. Það alveg ljóst. Og að vera með hann sko þegar maður að syngja og maður að reyna að ranta, það vonlaust því að maður heyrir bara í honum. En þau tóku þið núna. Sing a little louder. Come on and sing a little louder. Come on and sing a little louder. Come on and sing a little louder. 'Cause I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, I'm gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Amen. Þið líkið snillingar sem þið eruð. Rosalega gaman að loka með ykkur. Halleluja, Jesus. Þakkaði fyrir nærverið með Drottinn. Þakkaði fyrir þetta fólk, Drottinn, ég biðum að þú fyllir inn á sérhvern, Drottinn, hér í kvöld af dýrða nærverið þinni, Drottinn. Þú mætir sérhverju þörf hér í kvöld, Drottinn. Sérhverju þjáning, Drottinn. Sérhverju múrum, Drottinn, sem að fólk stendur frammi verið bara brotnir í kvöld, Drottinn, í Jesú nafni. Fíkn tekin í burtu, Drottinn, nýtt líf, Drottinn. Verður til hér í kvöld, Drottinn, innra með þeirra sem eru hér inni í kvöld, Drottinn. Og þegar við förum inn í morgundið þá finnum við bara breytingu vegna þess að við stigum skrefinu nær þér og þú lofar þér þegar við nálgumst þér þá nálgast þú okkur, Drottinn. Halleluja, Jesus.
Oh, over every heart and every mind. 'Cause I know there's peace with me within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. So Jesus from the mountains, Jesus from the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Halleluja. Að tala út orð Guðs, að tala út í trú, skiptir máli. Þess vegna biðjum við, það segir í Rómarbréfinu, ef þú trúir með hjartanu og játar með munninu, þá ertu hólpinn. Það er ekki bara nóg að trúa með hjartanu, þú verður að játa með munninu. Þetta á við í gegn, þess vegna biðjum við til hans uppátt. Það skiptir máli það sem fer yfir varðinu. Og þegar við tölum út í trú, eins og segir hér í textan, Jesús fyrir fjölskyldu mín. Ég tala heilagt nafn Jesú yfir fjölskyldu mín. Það snertir mig svo djúpt vegna þess að þetta skiptir svo miklu máli. Börnin okkar, öll fjölskylda okkar, vinir okkar. Við getum haft áhrif á framtíð þeirra með því að tala út nafni Jesú inn í kringumstæðum að heyra með henni. Halleluja, syngjum þetta saman.
Jesus from the mountains, Jesus from the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Syngjum þetta saman. So Jesus from the mountains, Jesus from the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is God. Take all the power. Hvað heyrum við syngjum sem svona? Your name is God. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Hallelujah. Hallelujah. Hver langar að taka eitt lag í viðbót og lofa Guð með ykkur. Þvílík forréttindi að fá að syngja og lofa Guð. Þvílíkt geggjað að fá að koma á kringumstæðum dagsins og öllu amstrinu og stressinu og fá að leggja allt til hliðar og fá bara að segja takk við hann. Þvílík forréttindi. Þvílík forréttindi. Lyftum höndum okkar og bara tölum út það sem að hjarta okkar girnist í dag. Halleluja, drottinn Jesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night
You are close like no other. I've known you as a father, and I've known you as a friend. Oh, I've lived in the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you. Your goodness is running after me. Yeah. Come on, give him all the God love. Give him all the God love. Halleluja. Heila og röstu drottning Jesus. Gefum Jesu gott lag. Halleluja! Jesús! Hver spenntur í kvöld? Hugsið ykkur sko, bara hans góðmennska bara hlaupandi á eftir. Þú veist, og þegar maður horfir tilbaka, þá sér maður bara hvernig hann bara búinn að vera hlaupandi á eftir manni. Hvers konar fagnaðarerindi þetta? Hvers konar fögnuður í þessu fagnaðarerindi? Og ég var að hugsa, þú veist, að blessa hann einn armaður. Ég var að hugsa allt þetta myrkur sem í gangi við þjóðin okkar. Hver komið nóg að þessu? Eitthvað annar komið nóg að þessu en ég? Ég alveg komið upp í koka þessari vitleysu, sko. Ég var að hugsa, sko, þú veist, drottning, hvað eiginlega málið? Einhver 16 ára pegi, búinn að stinga 2 stelpur, einu upp á spítala, mögulega að deyja. Mjög líklegt að hún deyji meira þess að, þú veist, allt þetta unga fólk að deyja völdum eiturlega, myrkrið að bara, þú veist, það lítur út eins og það sé að taka yfir.
Hvað er til ráða? Hvað er til ráða? Það er bara eitt svar við þessu, vitið það? Ég var að hugsa þetta, sko, þú veist, og ef við erum heilsugar við Jesú Krist, ef við erum algjörlega heilsugar, hvað þýðir að vera heilsugar? Hvað þýðir það? Gefa honum allt? Enga afslætti? En hvernig lítur líf mitt út þegar ég er svo hefur einhver verið alveg mega ástfangin hérna? Já, nokkru sinnum. Svo skrítið þegar maður er ástfangin, þá segir maður alltaf, ég har aldrei verið svona ástfangin áður. Ég man að vinur minn sagði þetta í 7. skipti á 4 árum. Og horfði á hann og ég sagði, mér líður eins og að sagt þetta við mig áður. En það er þetta, sko, bara þegar maður finnur þetta, þá bara verður maður svo ástfangin að tilfinningin er svo sterk í núinu. Og þegar við erum heilsugar við Krist, þá öðlustu við einhvern veginn að það er einhvern veginn allt mögulegt og það skiptir engu máli hverjar aðstæðurnar mínar eru í núinu, að því ég veit að það er ekki góður, þá er hann ekki búinn. Ég veit að þegar lífið er erfitt, þá fer ég í gegnum það. Ég veit að þegar öll sund virðast lokuð, þá er sólin að fara að koma upp einhvers staðar, ég þarf bara að finna hvar það er. Annars þegar að Páll, hann er búin að lenda í skipi sekkur, koma okkur á strönd og svo er einhverjir kallar sem taka þar föngum og svo er einhver snákur sem bítur hann, er komið tími til að fara að vorkenna sér það. Jú, fyrir hann. Það er búið að bíta hann og alls konar svona og hann hristir þessi snákin í eldinn og svo sér hann tækifæri, hann er einhver veikur, ég ætla að biðja fyrir honum. Og vakningin braust út. Og sjáðu þið, sko, það er svo oft sem að við bara gefumst upp áður en þetta tækifæri kemur til þess að sjá Guðs ríki ná framgangi. Það er svo oft sem að bara svona rétt áður en allt gerist, þá er bara snákurinn búin að bíta mig og ég er farin að vorkenna mér og ég er komin bara út í hotn. Alltaf því ég trúði ekki Guði, heldur ég trúði óvinnum. Þú veist, það eru 3 raddir í höfðuna, sko. Það eru 3. Það er svona eitthvað sem er rökrétt, sem er þú. Svo sem eitthvað sem er neikvæð, sem er djöfullinn. Og svo er þessi jákvæða, blíða, góða, sem er Guð. Og við þurfum að fylgja þeirri rödd. Og nei, ég er ekki að tala röddina úr viljanum þínu sem hljómar eins og Guð. Ég er ekki að tala það. Þú veist, þegar Guð er að gera allt sem þína tilfinningar vilja gera. Það er mjög þægilegt, sko. Guð sagði að við ættum að vera saman. Bara, þú veist, ef einhver segir þetta við þig, segir það bara, ok, ég bara býð eftir að segja mér það líka. Af því að hann fann að tala við ykkur bæði, enga meðvirkni þarna, sko. Ég veit alveg fólk sem verður með þér þarna. Enda á kolvitlausum stað. Halleluja, maður. Það er svo oft sem að minn vilji er ekki í línu við vilja föðurins. Það er svo oft sem að minn vilji er ekki á sama stað og vilji föðurins. Og það er svo oft sem að ég þarf þá að taka þetta skref í auðmýkt til hans til þess að vera í línu við vilja föðurins. Og það er, þið þekki Jóhannes skírara. Hann er að, stórfurðulegu gaur, sko, klæddi sig í einhver skinn og átt bara engisprettur og hunang. Svona einhver vegangaur. Nei, engisprettur, ekki alveg vegan, en svona, þú veist. Svipa samt, skilur við. Borða bara hreint. og hann er bara að segja að það fara að koma 9 tímar. Og á þessum tíma eru gyðingar búin að bíða í 100 ára eftir einhverju, það er Guð ekki búin að tala í 100 ára. Og það er allir að bíða eftir því að mannssonurinn komi og bara komi með réttlæti yfir þessa Rómverja. Við viljum fá réttlæti yfir þá sem er með okkur. Og svo kemur Jesús upp úr
vatninu maður og Jóhannes skýrari, hann horfir á hann en ég held að segja í Jóhannes 1:29 og hann segir sko, sjáið, lamb Guðs sem að tekur í burtu synd heimsins. Og þú veist, þetta er svo stórkostlegt að þarna er komin sá sem að fara að gera þetta allt. Og það er svo oft sem að við erum á þessum stað að við upplifum bara að stríðið sé bara unnið og við séum bara að fara að sigra þetta allt. Hafið ekki upplifað það? Þetta er bara komið. Ég man eftir ég vorum í kirkjuleikakoti og ég er að segja ykkur að ef ég myndi segja ykkur kraftaverkin sem gerðust þarna, þá myndum við bara halda að ég væri ruglaður, sko. Þá voru við bara, þú veist, fjadrir og allir krakkarnir voru bara, hvað stóra fólk er þetta hérna? Akkur er maðurinn að elta okkur heim? Þú veist að þau sá bara engla þetta og ég var svo viss þetta væri bara komið, bara Ísland væri bara sigrað, við getum að fara að einbytta okkur að heiminum. Stórkostlegur tími þegar að dýrð Guðs kemur niður. Það er svo oft sem að okkar hugmyndir er ekki í línu við hugmyndir Guðs. Og það er svo oft sem að þá kannski við móðgumst eitthvað eða, þú veist, eða einhvern veginn leifum einhverju ósætti að fæðast innra með okkur af því við skiljum ekki aðstæðurnar okkar. Og þú veist, það er bara, ég fengi, þú veist, 1000 kall hvers skipti sem ég skildi ekki hvað var að gerast í lífi mínu, þá var ég milljarðamæringur. Í alvörunni, ég er búinn að skrifa heila bók um það. Og ef þið kaupið þessa bók í kvöld á 2000 kall, þá gef ég 2 bækur í fangelsi í Belgíu. Og hugsaðu ykkur, sko, ég var í London daginn og við vorum í einhver líkastætta sal, ég og pastorinn og pínlítill salur og ég ákvað að gefa einum einkaþjálfaranum bókina mína. Og hann lesa hana og svo fæ ég bara frá hann sendingu á Instagram sem að þið getið lesið á Instagraminu mínu, þú veist að því ég baði hann að gefa mér endorsement á bókina í framhaldi. Hann sagði að engin bók snert svona við lífið mínu eins og þessi bók. Og hann sagði að það er svo geggjað að þú ert búin að fara í gegnum þetta allt svo ég geti lært eitthvað af þessu. Og veist, og svo kemur ljós að þetta er einhver MMA-bardagamaður og núna, þú veist, daginn eftir á talaði hann í 40 mínútur við pastorinn sinn. Hann var ekki ennþá orðinn pastorinn hans þá, reyndar. Og svo daginn eftir það baði hann Biblíu og þú veist, og ég er að segja ykkur það, þú veist, að þessi saga, hún gefur fólki von. Og þú veist, þess vegna var ráðið svona á hana. Þú veist, út af því að þeir sem lesa þessa bók, ég ætla að segja ykkur að fólk hefur komið hlaupandi tíminn upp í lausn til þess að vilja fá lausn á sínum málum eftir að hafa lesið þetta. Að það gerist eitthvað innra með þeim þegar þau sjá að Guð er bara kannski raunverulegur. Skilur það og þannig að, þú veist, tækifæri fyrir ykkur í kvöld að kaupa hana bók, gefa hana hérna heima og ég gef 2 í Belgíu. Og það er svo stórkostlegt þegar við sjáum svona hluti gerast. En þú veist, ég byrjaði 2007, sko. Hvað er núna eiginlega? Ég er 24, ég ætla að vera 25 daginn maður. Ég er alltaf að drífa mig svo mikið, segir kona mín. Ég fengi ADHD á við 4. Það var 3 sem sluppi í mínum árgangi. Og en þú veist, það er þetta með það að vera á Guðs tíma með hlutina. Skilja, vera ekki að fara fram úr Guði, að vera að vita hvernig Guð er að fara að gera þetta eða hafa ykkur skoðun á því hvernig Guð er að gera þetta. Þú veist, það er fullt af kristnum sem eru bara með skoðun á því hvað Guð er að gera. Og vita bara best, þetta er Guð, þetta er ekki Guð, já, þetta er Guð, en þetta er ekki Guð. Og hvað ætlar svo að segja við Guð þegar þú kemur loksins til Guðs? Og þú fattar. Og þú veist ekki neitt. Af því að þú veist, við erum bara nakin, blind og heimsk. Í alvöru. Þú veist, við vitum svo lítið í samanburði við hann. Og veist, ég er að tala til sjálfsmís. Skilur, við erum, þú veist, við vitum hvað við vitum eitthvað, þú veist, smávegis. En því meira sem að ég veit, því meira veit hvað ég veit ótrúlega lítið. Þú veist, svo gerist það í Lúkas 7:19, þú veist að Jesús er byrjar að starfa og það er búið að taka Jóhannes skýrar og setja hann í fangelsi. Þú veist, og hann er bara farin að efast maður. Þetta var gaurinn sem sagði, sjáið lamb Guðs. Hann bara benti á Jesús og sagði, þetta er hann. Herru, svo er bara komið Lúkas 7, hann er komin í fangelsi og hann segir við lærisveinana sína, herru, farið nú og talið við hann Jesú og spurjið hvort hann sé raunverulega Messías. Af því að hann er ekkert að refsa farisjónum. Hann er bara að elska fólk. Þú veist,
Hvað rugl er þetta? Hann er bara með náðu miskun og hann er ekki með neitt réttlæti. Segir Jóhannes skýrari. Og það er svo oft sem að við erum á þessum stað einhvern veginn að við höldum að við vitum hvernig hlutinni fara. Af því að það sem hann sagði var þetta til dæmis. Hann sagði við mannfjöldan, hann fór að skýrast á honum og sagði hann, þér nöðru kyn, hver kenndi yður að flýja komandi reiði? Af því að hann var svo viss það hvernig Guð myndi koma í þessari reiði, í þessu réttlæti og myndi bara einhvern veginn, þeir bara, myndi bara slátra öllu Rómverjunum og það er bara svaka partí og þeir myndi taka upp krúnunni. Svo mannlegt maður. Við viljum alltaf byggja okkar eigið empire. Við viljum alltaf byggja okkar eigið einhvern veginn svona, monuments. Skiljið, og svo segir hann í versi 9, öxin er þegar lögð rótum trjána og hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður höggvið og í eld kastað. Þess vegna var hann bara, hann er bara að lækna og leysa fólk og hann er bara að fyrirgefa öllum og elska alla. Er hann Messias? Og Jesus sendur honum skilaboð sem er Jesaja 61 og hann segir segja honum að henni blindu sjá, henni lömuðu ganga og dauði rísu upp. En hann sagði ekki og fangarnir eru frjálsir og hver var fangi? Hver var fangi? Hann var fangi. Og hann lét lífið í þessu fangelsi. Og það sem ég langaði svo að myndu skilja í kvöld, að við skiljum ekki Guð. Skilurðu það? Af því að leiðum við reynum að fara að skilja Guð, þá verðum við svo langt frá fagnaðarirundinu að við fyrir að skilja þetta eftir okkur eigin skilningi sem að er í mólum. Þekkingin er í mólum. Það er bara eitt sem við getum alltaf gripið og hvað er það? Það er kærleikurinn. Það er eitt sem aldrei bregst og það er kærleikurinn. Það er eitthvað sem virkar alltaf, en þessi dómharka eða þessi svona, leyni dómharka, hafa ekki heyrt þessa leyni dómharku líka, svona, og sagði, þurfum við að hlusta á þetta? Og hvað fáum við að hlusta, tölum við eitthvað skemmtilegt maður? Tölum við eitthvað gott? Tölum við eitthvað kærleiksríkt? Tölum við eitthvað uppörvandi. Hugfestum það. Tölum við eitthvað þakkarvert. Hvað er Guð að gera? Skilji, og Jóhannes skýrari var geggjaður, sko. Hann var bara svo sem að bara undirbjó veginn fyrir Jesú. Hann skildi samt ekki einu sinni Jesú, samt var hann svona frábært, skilji. Þannig að leðu við höldum að við séum með þetta, þá erum við svo langt frá því að vera með þetta. Leðu við höldum að við séum með, sumir halda þessi með allan sannleikann, halda þessi einu sem viti þetta allt, skilur, þegar þeirra hreyfinga eitthvað. En veit að Guð byggði Guðs ríkið upp þannig, hann byggir allt upp þannig að við þurfum á því að halda, þurfum á hvort öðru að halda. Skilur, að því að, hann bara gerði okkur svo ófullkominn. Það er svo margt í okkur sem að þarf á okkur öðru að halda, þannig að við séum svona, við erum svona eins og púsluspil. Við erum svona, það sem að myndin, hún hafið sér eitt púsluspil. Var bara eitthvað, þetta er eitthvað flott, þú veist ekki eins og hvað þetta er. En hafið séð, þú tekur þetta eina púsluspil og setur það í myndin og klárar hana. Og myndin birtist. Og það er þannig sem Guðs ríki virkar þegar það er að virka. Þegar það er ekki einn að reyna að reka alla að gera eitthvað. Heldur allir að spyrja, hvað má ég gera, hvað get ég gert, hvernig get ég lagt hönd á blóð, hvernig get ég séð þetta ríki vaksa, hvað get ég sett sálkotni mitt. Þetta er fyrsta skrefið í kvöld að sá inn í hans ríki. Að því að sko, þetta er svo svakalegt sko. Viti, nú kemur hérna, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins, ok. Í ensku þýðingunni er þetta aðeins betra, af því að hann bar ekkert synd heimsins. Look, Lamb of God, who takes away the sin of the world. Ok, skoðum þetta orða aðeins hérna, að taka í burtu. Hvað gerði hann? Hann tók í burtu þessa synd, eða hvað, fjallaði hana, ekki? Hann fjallaði hana. Þú veist, með döðunum sínu þá fjallaði hann syndina frá þér. Býtu hvað, en hvað með syndina sem ég lifi í? Nei, hann fjallaði hana frá þér. Hún er algjörlega fjarlæg frá þér.
og hann bar hana. Í þeim skilningi tók Jesús á sig byrði alls mannkynsins. Þú ert kannski, ég er með svo mikla byrðar, ég geti þetta ekki, þetta er svo erfitt að þú ert komin inn í kvöld og gefur honum allt og getur lofað þér að byrðarnar fara. Af því að hann tók þar á sig. Og það sem að stendur hérna hef ég fengið að upplifa eigin skinni aftur og aftur og aftur og ég er ekki að tala í einhverju drama. Ég er bara að tala í einhverjum alvöru áföllum. Það sem að Guð hefur borið mig. Því ég geta staðið í fæturnar að því að hann hefur borið byrðarnar mínar. En það eina sem ég þarf að gera er rétt og næður. Eina sem ég þarf að gera er að trúa því. Og hvað gera hann líka? Og þú veist, þetta er náttúrulega alveg rosalegt. Og hvað er ég að lesa? Ég er að lesa bara mismunandi þýðingar á þessu orði, eða hvað þetta orð þýðir, þetta hebreska orð sem er notað þarna, eða gríska orð, sem að, þú veist, sem að heitir þarna take away. Og þetta orð er arió. Og það þýðir að tortíma. Náðu þess ekki, við stilum setja þessu. Það þýðir að tortíma. Hann tók syndina og tortímdi henni. Hann tók syndina og hann splundraði henni. Hann tók allt þetta illa. Og hvað er synd? Synd er myrkur. Synd er að missa marks. Allt sem missi marks tók hann og mölvaði. Ég skipti fyrir öll. Og hann bara þurfti bara að gera það einu sinni. Hvernig veit ég það? Gott að spurðuð. Ég ætla að segja ykkur það. Pétur, þegar Pétur, hann heggur í hermanninn, við erum að átta okkur á það, Pétur er með lítið sverð og er að reyna að drepa einhvern. Þetta er lærisveinninn hans Jesú. Skilur þau, þú veist, sem að byggja, þú veist, þetta kirkju Krists. Og hann heggur svona bara á hann meira þegar það verið að handsama Jesú og Jesú segir bara nei. Hann tekur sönnunargagnið sem var eyrað upp og rústar dómsmálinu með að eyða því bara. Með að líma bara eyrað aftur á hann. Þannig að það er engin sönnunargagn lengur. Hann skara mér eyrað, já, hvaða eyrað? Þetta eyrað? Nei, hann skar ekki að eyrað. Þessu, Jesús nokkrum mínútum áður en að Pétur er að fara að afneita honum þrisvar. Ég ætla að segja ykkur það, því ég held alltaf að Júdas hefði gert stærstu syndina að lærisveinunum. Af því hann, þú veist, seldi Jesú. En veitir það, mögulega var Júdas að reyna að framkalla það sem þið voru allir að bíða eftir. Þeir voru alltaf að bíða eftir að Rómur er steypt á stóli. En það sem að Pétur gerði, vitið það, að þú getur ekki vanheiðrað eitthvað meira eða komið verð fram við eitthvað í gyðingalegu samfélagi en að afneita þínum eigin læriföður. Það er það versta sem þú getur gert. Pétur gerði það 3 ár, 1, 2, 3. Og rétt áður en að gera þetta, þá læknar Jesú eyrað á manninum sem hann er nýbúinn að reyna að drepa. Þetta er mordtilraun. Þú veist, ef þú myndir höggva í andlitið á okkur með hníf, þá áttu ákæru fyrir 211 tilraun til manndráps. Ekki? Var Pétur búinn að eyðrast? Ha? Hvernig gat Guð fyrirgefa honum að hann er ekki búinn að eyðrast? Spáðu hans í þessu. Þannig að Pétur var ekki búinn að eyðrast, hann er búinn að brjóta sér, hann er búinn að eyðileggja brotið. Pétur fer úr því að vera náðar algjörlega brotinu og bara, og þekkir Jesú, nei? Hei, ert þú ekki annað svo sem varst með Jesú að lappað? Nei. Býtu, þetta er hann var með þeim líka. Hei, þú varst með Jesú eða ekki? Nei. Kakkalagú. Kakkalagú. Alltaf hann að gala þrista, vitið að hann er alltaf gala alltaf nokkur sinnum, sko. Það hefur heyrt svona. Það hefur verið í sveita. Óþólandi á mótnana, sko. En þannig hefur aldrei verið meira óþólandi en þegar hann galaði þarna fyrir Pétur að því Jesú var líka búinn að segja hann það. Þessi ófullkomni ofbeldismaður. Guð notaði hann út allan heim. Veitu hvað ég held að hafi verið að gerast? Ég held að Jesús hafi verið að minna hann á. Hann er þegar búinn að fyrirgefa honum. Ég held að hann hafi verið að minna hann á. Ég held að hann hafi verið að segja, Pétur, þegar þú stendur upp, Pétur, ertu þá til í að fara að styrkja bræður þína.
Ekki þegar þú ert búin að yðrast í sand og ösku í 17 daga. Því ég alveg búin að fyrirgefa þér. Skilji, þú veist, fyrirgefningin hún bara Við þurfum bara að taka við henni. Vitið, út af hverju ég held að við þurfum að játa syndir og hver fyrir öðrum. Ég held að það sé ekki til að Guð fyrirgefa okkur. Ég held að það sé til þess að við fyrirgefum okkur. Til þess að við séum ekki að halda í gegn okkur. Til þess að við séum ekki að dæma okkur. Til þess að við stöndum, vitið, þegar ég er með fólk hjá mér og það er að segja mér einhver hræðileg leyndarmál sem það heldur að séu svo hræðileg og þú veist, og þegar það fattar, þá var það svo frjálst. Af því þegar við erum með leyndarmálin okkar hérna, þau eru að kvelja okkur, að þá eru það alltaf að segja okkur að við séum svo ömuleg. Og þá erum við að leyfa óvininum að stýra framtíðin okkar, en ekki það sem að Guð sér í okkur. Og þess vegna erum við alltaf á þessu hamstrahjóli, aftur og aftur, að elta sömu lína að við séum ekki nógu góð. Hver sagði þú væri ekki nógu góður? Hver sagði þeirra? Akkurat. Hvenær ætlar að slökkva á honum? Af því að Jesús er búinn að tortímunum. Hann er búinn að eyða öllum áhrifum, öllum syndum frá upphafi til enda. Hann framkvæmdi, hann tók á sig refsinguna, hann gerði þetta allt fyrir okkur, hann heldur þessu öllu í spennitreyju. Og þetta er bundið af eilífu. Þess vegna köllum við óvininn faðir lýginnar. Af því hann er að reyna að segja þér að þetta sé ennþá við líði. Hann er að reyna að segja þér að þú sé ennþá fangi. Hann er að segja við þú ert lekkjaður. Hann er að segja við þú ert með fíkn. Hann er að segja við þú ert fastur. Þú ert ekki nógu góður. Þú ert ómikið svona og ómikið hinsinn. Ég er að segja það, þú veist hvað þarf til þess að við skiljum að við erum bara nóg í honum. Af því að Jesús Kristur, hann dó í okkar stað. Við verðum að skilja þetta. Þú veist, já, ég er nýbúin að detta í það. Mér er alveg sama. Stattu upp. Af því hann elskar þig. Já, þetta er allt svo Nei, það er ný náð í dag. Náðin er ný á hverjum degi. Það er nýtt frels í dag. Það er ný náð í dag. Það er ný blessun í dag. Það er ný uppskera í dag. Það er nýtt líf í dag. Og það er nýr þú í dag. Og það eina sem þú þarft að gera er að segja já takk. Og það brýtur hjarta mitt. Ég var að tala um það við yndislegu konuna mín í dag. Þú veist að það brýtur svo hjarta mitt. Að horfa á allt þetta fólk. Allt þetta unga fólk, þau veit ekki eins og hver þau eru. Þau veit ekki, og ég finn svo til með þeim. Að það versta sem ég get hugsað mér að maður veit ekki hver maður er eins og eitthvað flöskuskeyti út í einhverjum ólgusjó og veit ekkert hvert maður er að fara og lifi tilfinningunum að fara með sig fram og tilbaka. Ég er þetta í dag, hitt á morgun, en ég er aldrei nóg, alveg sama hvað ég dæli ykkur í mig eða hvað ég breyti ykkur við mig eða hvað ég breyti, þú veist, jafnvel mínu eigin kyni, að það er aldrei nóg. Að þú getur ekki lagað eitthvað sem er hérna, þú veist, sem er svona hóla hérna, sem er svona God-shaped hérna inni, þú getur ekki lagað með neinu öðru en Jesú. Þú getur málaði bláan og bleikan, þú getur, þú veist, hlaupið eitthvað hingað og þangað, þú getur verið, þú veist, að rembast við að deyfa þið með alls konar efnum, en það mun aldrei vera nóg. Þú getur farið alla leið í, þú veist, að reyna að vera langflottastur eða eitthvað, eða langríkastur og ég get sagt þér að það gerir ekki neitt fyrir þig. Ég voru að taka viðtal mann sem var 29 ára gamall, hann var nýbúinn að selja fyrirtæki sem var byggð frá grunni fyrir, ég man ekki, 3 billjónir bandaríkjadollara og hann sagði bara, veistu, ég er svo tómur. Af hverju? Af því að honum vantaði lífsfyllinguna sem er Kristur. Og þú getur alveg bara gert hvað sem þú vilt, ég er búinn að prófa þetta allt. Slá í eitthvað gong og eitthvað reykjelsi og mér finnst það frábært, mér finnst frábært að fólk sé að leita. Af því að þú ert að leita og myndu finna. Þegar ég kynntist Heppa þá var hann að leita. Manstu þetta í Heppi? Manstu, ég sagði við, fara núna heim og tilbyttu þetta líkniski og spurðu það hvort þú skilja eitthvað eftir. Manstu, ég sagði við. Og hann fór og gerði það. Svo sagði ég, hei, langar ekki að koma þeim aðeins upp í vændishúsið á samkomu. Og Jesús snert hann. Hann hefði aldrei komið þangað að ég að fara að dæma hann.
Það ekki okkar að dæma fólk. Og það svo oft sem að við erum að loka hurðunum í hjartanum fólki að því við erum stút fulla dómhörku. Og vitið það að það ekki Guði þóknarlegt. Lesið Nýja testamentið. Nei, í alvöru, prófið að lesa. Allt við Jesú var alltaf að segja ekki dæma. Akkur þetta dæma? Akkur þetta koma svona fram? Hættu þessu, hvað aðeins? Vitið akkur við erum að dæma? Ég segi ykkur akkur við erum að dæma. Vitið hvernig ég dómharastur? Þið ekki að fókusa sjálf mig. Þið ekki að horfast yfir mig, þá verð ég að vera að horfast yfir einhvern annan. Ég var að finna einhvern annan hérna, ætla að vera að horfa á. Af því að þú veist, ef ég ekki að horfa þarna eða dæma þarna, þá verð ég að horfa hér og ég get það ekki, maður. Skilur, þú veist, ég get ekki fara að gangast við sjálfu mér. En það eina leiðin í átt að lausninni að taka ábyrgð á því hver við erum. Og vitið að Jesús, hann elskar þig nákvæmlega eins og þú ert. Og jafnvel þótt þú sért bara, þú veist, að bara meiða fólk og alls konar, þú veist, og hann sagði við mig persónulega, ég elskaði þú veist að meiða börnin mér. Þú veist, og það braut hjarta mitt. Hann elskar okkur svo ótrúlega mikið, en vitið það, elsku systkin. Hann elskar okkur of mikið til að skilja okkur eftir í sársaukanum okkar. Af því hvað synd annað en sársauki? Hvað það annað en sársauki? Jesús segir hann fyrirgefur alla misgjörð en læknar öll þín mein. Hann leysir þig frá gröfinu og krýnir þig með náð og miskunn. Hjartans meðöngun. Þú veist, hann fyllir það lífi. Og Rómarbréf 6:1 segir, hvað eigum við að segja? Eigum við að halda áfram í syndinni til að náðin aukist? Fjarri ferði. Nei, alls ekki, segir Páll. Við sem dóum syndinni, hvernig ættum við framar að lifa í henni? Og hvað synd annað en skaðleg hegðun? Hvað það annað en skaðleg hegðun sem skaðar stundum bara mig og stundum líka þig? Skilji, synd ekkert annað en myrkur og skaðleg hegðun. Og ef að sonur minn með einhverja skaðlega hegðun, vitið hvað ég geri? Ég elska hann, já, en ég stoppa hann af líka. Vitið af hverju? Að ég veit að hann mun skaða sjálfan svo aðra svo mikið ef hann heldur því áfram. Ég stoppa hann af því ég elska hann. Og vitið að Jesús vill að við lærum að lifa fjarri skaðlegu hegðunni. En þá þurfum við að hætta að hlusta á óvinni. Af því ofta fer óvinnurinn bara líka, já, þetta er ekki nóg fyrir Guð, góð fyrir Guð, þú veist, ekki þetta, já, hvað, þú getur þetta ekki, bara haltu kjafti, bara þegið þig, bara nenn ekki að hlusta á þig. Nei, alveg, þetta er bara eins og einhver lélegur listamaður sem má ekki skilin hlustun. Nei, alveg, þú veist, við bara séum að grjót halda kjafti. Ég nóg. Þú veist, ég elskuverður, ég dýrmætur, ég einstakur. Það hver ég er kærleiksríkur, ég góður. Ég víst nóg. Og veitu að ég með, þú veist, tvö bara naglaför sem sannaði á himnum. Sem fóru bara í gegnum stungna hendunar á Jesú Kristi. Auðvitað reynir djöfullinn að segja okkur að við séum ekki nóg. Reynið að segja Jesú það sem hann hangir á krossinum okkar vegna. Ég er ekki nóg. Nóg fyrir mig. Af því ég skapaði því minni mynd. Og Guðs ríkið innra með okkur. Þannig að við vísum til andlegs sviðs að rýmis þar sem trúar ekki lengur fastir. Það er syndin. Það er skaðleg hegðun eða vald sem kemur fram í sérstökum skaðlegum verkum. Það er áframhaldandi ástand myrkus í líf okkar. Það vísa til persónu sem neitar að breyta sér og heldur áfram sinni venjubundu skaðlegu hegðun. Og vitið það að Jesús elskar okkur þótt við höldum henni áfram. En ég get líka lofa þér því að skaðinn hann mun lenda í andlitin á þér. Og það er allt í lagi. Stendur bara upp aftur. Ég hef prófað nokkur sinnum. Og stendur maður bara upp aftur og heldur áfram. En vitið það, systkini, mér langar svo til þess að við skiljum þetta fagnaðarerindi, að við skiljum hversu skaðlegt myrkrið þegar við trúum á það. Að því hvað það annað? Hvað haldið þið hlusti mikið á, þú veist, þau horfum í speilin, hvað segir mikið neikvætt við ykkur, verið heiðarleg? Þú veist, hvað mikið neikvætt í gangi hérna, allan daginn?
yfir allan daginn. Við þurfum að slökkva á þessu. Skiptum bylgjulengd, byrja að lesa biblíuna. Við getum þess að hlusta á hana. Það er hérna biblía sem heitir YouVersion. Það er hægt að hlusta bara á biblíuna. Ég er með lesblindi, já, ekkert mál, hlusta á hana. Og ég get lofað þér því. Þú veist, já, ok, já, ég hef ekki alveg erðið mitt að gera það maður. Þú veist, ok, settu bara Chosen á þá. Settu biblíu þættin á. Þú veist, byrja að mata þig með sannleikanum. Af því það er allt of mikið það að fólk kemur inn og ég er búin að sjá svo marga koma inn vera bara on fire hérna. Það eru dánir í dag. Það eru dánir. Í alvöru. Ekki út af því að Guð er vondur, heldur að því þeir neituðu að snúa sér frá skaðlegu hegðunni. Þeir neituðu að hleypa, að horfast í augu við eitthvað innra með sér sem hélt þeim föstum eða föngum. Við þurfum að taka ábyrgð, kirkja. Svo Páll er að segja það sama og Jóhannes skýrari sagði. Hann er komið með betri leið. Það eru 2000 ár síðan. Við erum búin að ýta Jesú út úr skólanum og Gídeon má ekki að fara inn í skólana og það er búið að henda Kristi út allstaðar, sko. Vitið hvað er búið að vera mikið af morðum síðustu 3 ár? Vitið hvað er mikið af bara kynferðisofbeldi, vitið hvað er mikil aukning af ofbeldi á Íslandi, vitið það? Það er rosalega aukning á myrkri og ofbeldi á Íslandi. Og það er okkar ábyrgð, systkini. Ég er ekki að tala um að fara að dæma eitthvað. Þetta er að lýsa þessu ljósi sem Jesús gaf þér. Skilur, þú veist, það frelsi þitt. Þegar þú fattar að þú sett frjáls. Að þá frelsar nærvera þín aðra. Að því að sá sem er í þér er meiri en sá sem er í heiminum. Sá sem er í þér er meiri en sá sem er í heiminum. Langar til þess að við bara prófum aðeins að loka augunum og bara sjáum Jesú hans fyrir okkur. Og ef þið getið ekki séð Jesú fyrir ykkur, þá ætla ég bara að kenna ykkur bara örstutt að sjá hann. Ef þú bara lokar augunum núna, getur þú séð herbergi heima hjá þér? Þið með að segja já eða nei? Getur þið séð það? Getur þið séð rúmið ykkar? Ok, búið með það. Þið getur bara búið núna, þú veist, í huganum. Þið kláraði þetta. En þarna, akkurat þarna, setið Jesú þarna. Í hug ykkar, sjáu hann fyrir ykkur. Getið þið séð hann fyrir ykkur. Ég með mynda hann upp á veggan, ég sé hann. Já, sjá hann. Og sjá hann í huganum og spurðu núna Jesús. Hvað er að stoppa mig? Ég að vaksa meira. Spurðu hann upp átt, hvað er að stoppa mig? Það er pottitt eitthvað að stoppa okkur öll. Og það er svo mikilvægt að við leyfum Jesú að segja okkur hvað það er sem er að stoppa okkur. Hvað er að stoppa þig? Hvað er að stoppa þig? Er eitthvað búin að fá hvað er að stoppa þig? Statt á fætur og veist hvað er að stoppa þig. Nokkrar hetjur inni maður. Vá, geggjað maður. Ef þú þekkir ekki Jesú Krist, eða þú vilt endurnýja heitin við Jesú Krist, eða þú ert búin að lifa pínlítið kraftlausu lífi með Jesú Kristi, þá langar mig að bjóða þér að standa á fætur núna. Halleluja. Því kvöld ætlum við að vera heilsuhafa hann. Ég skora á þig að það sem að Jesús sýndi þér að væri að stoppa þig, segðu ykkur frá því. Af því að þú segir ekki ykkur frá því núna, þá mun óvinnurinn telja að trúðum að þú ert á leiðinni heim á eftir. Að þú þurfur ekki að segja henni frá þessu og hann er komið með því í sama slímið, sama netið, búin að draga niður í sama viðbjóðin og þú ert komið fyrir fram á speilin að segja sama skítinu sjálfa þig, fyrir ekki orðbræðið. Af því að hann getur bara einangraðið og getur hann drepið þig. Þannig að þú vilt gefa Jesú Kristi lífið, labbaði hérna fram. Þú vilt vera heilsuða fram. Og ég er ekki, þú veist, ekki vera, við getum ekki verið heglar.
Við þurfum að vera hugrökk. Í alvöru, ef þú ætlar að eiga sjens og að lifa hérna fyrir utan, þá er að minnsta sem þú getur gert að ganga hérna fram. Ef þú er ekki hugrekki til að ganga hérna fram, að þá myndu ekki hafa hugrekki til að fylgja honum. Því við þurfum sterk bein til að fylgja frelsarann. Ég finn alveg bara bam, bam, bam. Hver er hérna alveg að berjast innan með sér? Ég þarf að gefa hún líf mitt, Hver er það? Hver er það sem að þarf að gefa hún líf sitt sem er alveg hérna? Búm, 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 ég þarf að fara hérna fram, ég ætla ekki að fara. Hver er að berjast við að koma hérna fram? Það er bara, ég finna alltaf, ég trú på hjartanu mínu, bara bam, 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 bam. Halleluja. Hér er fólk sem er búið að vera að berjast við þunglyndi og kvíða og svo mikið kvíða hérna innra með þeirra. Þú veist að stundu lífið er bara eins og þurfa að guppa. Hver er með svona mikið kvíða hérna inni núna? Hver er með hennar kvíða í maganum hérna? Ekki vera hrædd. Hver er með hennar kvíða? Já, komdu hérna fram. Leyfðu Jesú að taka hennar kvíða úr þér. Hann myndi ekki sýna mér þetta nema af því hann ætlar að taka þetta í burtu. Já, allt í góðu. Þetta verður betra. Halleluja. Vá, maður. Hver er búin að vera að hugsa, ok, ég verður til að sofna og vakna ekki aftur. Ok, ég verður til að gefast bara upp. Komdu hérna fram. Það er einhver hérna líka sem er búin að vera að berast við þetta. Komdu fram. Halleluja. Og ég finna svo sterkt að elska Guðs. Að það er einhver hérna sem að trúir ég ekki að Guð geti að elska. Hver hérna er að berjast við þennan óveruleika, Guð getur ekki að elska mig, akkur ætti Guð að elska mig. Halleluja, akkur ætti Guð að elska mig. Hver er að berjast við þetta hérna? Það er einhver hérna með í salnum. Komdu fram. Leyfðu honum að elska þig. Vá, maður. Þegar kona mín, hún búin að vera með axlaverk í nokkur ár og búin að vera að fara til kíró og í nudd og alls konar og svo erum við að samkomu helgina og bara hvarf svona og baði enginn eins og fyrir henni, sko. Þegar Jesús er svo máttugur. Það er einhver sem er bakverk og búin að vera bakverk mjög lengi, bara, þú veist, já, einhver sem er búin að bakverk í 8 ár. Hver er búin að bakverk í 8 ár hérna? Má ég sjá. Geggjað, maður. Jesús er að fara að lækna það núna. Hann er að fara að taka þetta í burtu bara núna. Leðu bara Jesús að lækna bakverkin innan með. Skulum biðja saman núna. Og þið endurtakið það sem ég segi, við segjum, elsku Jesús. Ég þakka þér fyrir þú dóst í minn stað. Ég trúi því að þú sért sonur Guðs. Viltu fyrirgefa mér? Viltu fyrirgefa mér misgjörðir mínar? Og fyrirgefa mér, ég hafi ekki verið heilsuga við þig. Fylltu mig af anda þínum. Hjálpaðu mér að lifa eftir vilja þínum. Hrærðu upp í hungrinu innra með mér. Í Jesú nafni. Og þakka ég fyrir að ég er nú þitt barn. Í Jesú nafni. Amen. Ótrúlega þakkláttur að þjóna til ykkur í kvöld. Ekki fara. Dveljum aðeins hérna. Syngjum. Já. Koma að, viljum að biðja fyrir ykkur að fá smá lofgjöf. Only fools follow gold, only wise men know. I'm no fool, you changed my point of view. To be kind is a quality I richly desire.
is better to